Þá komið að stefnuræðu í bæjarstjórn. Það formaður íþróttaráðs, Ólafur Jónsson, sem flytur stefnuræðu íþróttaráðs. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það í þriðja sinn sem ég stend hér fyrir bæjarstjórn Akureyrar og flyt stefnuræðu formanns íþróttaráðs. Í tveimur fyrri stefnuræðum mínum kom ég inn á nauðsyn þess að unnið væri að stöður í stefnumótun í íþróttamálum bæjarins. Ég vil hér í byrjun enn og aftur koma inn á þetta mál. Eins og getið var á í síðustu stefnuræðu þá fundaði íþróttaráð með öllum aðildarfélögum IBA haustið 2007 og í byrjun árs 2008. Í kjölfar þess var leitað til IBA að skipa fulltrúa í 5 vinnuhópa, þar sem hver fulltrúi íþróttaráði stýrði einum hópi, þar sem ákveðin lykilþáttur stefnumótunar tekinn fyrir, en þessi lykilþættir eru eftirfarandi: afreksíþróttir, almenningsíþróttir, íþróttir og skólastarf, íþróttastarf barna og unglinga og síðasti þátturinn samstarf Akureyrarbæjar og íþróttafélagana. Það gaman frá því að segja að það gekk vel að fá fólk til verksins innan vébanda IBA og ber að þakka það sérstaklega. Gerður hefur verið samningur við skólaþróunardeild Háskólans á Akureyri þess efnis að hún hafi fagleg umsjón með verkefninu og hefur doktor Rúnar Sigþórsson haft veg og vandað þeirri vinnu. Rúnar hefur komið á einn opinn vinnufund sem haldinn var á vordögum upp í íþróttahöll og síðan eftir þörfum inn í starf vinnuhópana. Allir hóparnir funduðu síðan á liðinu hausti og eru komin frumdrög að stefnu fyrir hvern málaflokk. Ég vil hér lauslega nefna nokkur atriði úr þessari vinnu því íþróttaráð hefur kallað eftir almennri þátttöku í þessu verkefni og lagt áherslu á að fá inn góðar hugmyndir sem víðast að. Í frumdrögum afreksíþróttir lögð áherslu á að Akureyrarbær samhæfi krafta þeirra sem hafa áhuga á afreksíþróttum innan ólíkra íþróttagreina og stuðli að öflugri yfirbyggingu og stuðningsúrræðum fyrir afreksíþróttafólk. Á þennan hátt megi samnýta kraftana og útbúa öflugt afreksumhverfi á víðari grunni, auk þess að samnýta þá aðstöðu og þjálfaraþekkingu sem til er. Þetta bæði til góðs fyrir afreksfólks og hið almenna íþróttafólk. Hvað varðar almenningsíþróttir þá ljóst að mikið framboð og möguleikar eru til staðar fyrir margvíslegar almenningsíþróttir og almenna hreyfingu bæjarbúa og gesta. Huga þurfa markvísari kynningu og aðgengilegum upplýsingum þessa möguleika. Eins ber að styrkja möguleika fjölskyldanir í þessum efnum sem megi þá hugsanlega auðvelda og stýra með samþættri gjaldtöku, svo sem fjölskyldukorti. Styrkja beri möguleika fatlaðra einstaklinga til að koma sér af stað í hreyfingu og virkja þá til að stunda almenningsíþróttir með ófötluðum. Eins á þetta við eldri borgara og nauðsynlegt að samþætta það margvíslega félagsstarf sem innan þeirra raða. Lögð áherslu á að almenningssamgöngur á milli íþróttamannvirkja og efla hjólreiðar og göngu í og úr skóla. Mikill samhljómur í hópunum tveimur sem taka fyrir íþróttir og skólastarf annars vegar og íþróttastarf barna og unglinga hins vegar, enda nátengt efni. Þar hefur umræðan íþróttaskóla verið fyrirferðarmikil með það að leiðarljósi að kynna börnum snemma meðal annars strax í leikskóla, fjölbreyttar íþróttir og gefa þeim þar með góðan grunn til að byggja á í framhaldinu. Ef farið út í íþróttaskóla þá krefst það mikils undirbúnings og góðra samvinnu við íþróttafélögin og eins þá sjálfstæða aðila sem bjóða nú þegar upp á þessa þjónustu meðal barna á leikskólaaldri. Það ber líka að skoða það að auka íþróttir innan skólakerfisins og leggja aukna áherslu á kynningar og íþróttum í leikfimitímum. Varðandi samstarf Akureyrarbæjar og íþróttafélagana þá má segja að sá liður taki með einum eða öðrum hætti og öllum þeim atriðum sem koma fram í hinum lykilþáttunum. Mikilvægt er að byggt verði áfram á þeim ramma sem lagður hefur verið varðandi samstarf bæjaryfirvalda og IBA. Það því mikilvægt að íþróttafélögin leggja áfram rækt við að viðhalda og efla starf IBA og þar með eiga áfram öflugan samnefnara. Ég hef áður á þessum vettvangi nefnt mikilvægi þessa og ekki síst hvað varðar möguleika minni félaga innan vébanda IBA að eiga með sér samstarf ýmis dagleg verkefni. Því ekki að leyna að við þessa vinnu hafa komið upp efasemdaraddir sem þá helst hafi verið í þá veru að þetta hafi lítinn tilgang þar sem bærinn hafi ekki frekari fjármuni til að leggja í þennan málaflokk og ekki horfi byrlega með þá hluti næstu árin. Í þessu felst kannski ákveðin misskilningur því stefnumótun snýst ekki síst það að marka framtíðarsýn
sem auðvelda okkur að ná fram markmiðum okkar með sem mestri skilvirkni og hagkvæmni. Stefnumótun er ekki verk og framkvæmd áætlun. Stefnumótun er leiðarljós þar sem flestir sem málefni varðar skuli hafa komið að og mótað. Þær raddir hafa líka heyrst að þetta sé að nokkru leyti óþörf vinna þar sem þessi hluti séu allir til með einum eða öðrum hætti. Það er nokkuð til í því. Nokkur sveitarfélög hafa þegar lokið þessari vinnu en að afrita slíka stefnu og heimfæra upp á okkar aðstæður svona 1, 2 og 3 er ekki góð latín að mínu mati. Það er nauðsynlegt að fara í gegnum þessa vinnu og móta hana að aðstæðum og þörfum okkar. Því miður hefur okkur ekki tekist að halda uppsettir verkáætlun. Fyrir því eru nokkrar ástæður en svo nærtækust að samhliða vinnu íþróttaráðs við að hagræða í rekstri og leggja vinnu í að bregðast við breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu, þá hefur mönnum svolítið þroti kraftur til að vinna svona málum framgang. En nú er hækkandi sól á lofti og áfram skal haldið. Þetta er ekki áhlaupsvinna og á svona tímum eins og við lifum í dag nokkuð erfitt að sjá samhengið í hlutunum. Mikilli og góðri vinnu er þó þegar lokið og eins hefur farið fram góð og frjó umræða innan IBA málefnið. Forvarnardagurinn er dagskrá og verkefnavinna í öllum 9. bekkjum grunnskólum í landinu sem hófst haustið 2007. Að þessum degi koma fjölmargir aðilar svo sem sveitarfélögin, ISÍ, UMFÍ og háskólastofnanir. Tilgangur dagsins er að fá fram sjónarmið unglingana sjálfra og hlusta á skoðanir þeirra á reynslu. Frumkvæði að þessum degi kom frá forseta Íslands. Nú liggja fyrir niðurstöður úr fyrstu 2 forvarnardögunum og kynnti Viðar Sigurjónsson, sviðsstjóri fræðslusviðs Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, þær fyrir íþróttaráði hér á dögunum. Niðurstöðurnar eru athyglisverðar. Þegar gerð er orðaleit úr svörum nemenda kemur í ljós að ástæða þess að unglingar vilja taka þátt í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi eru vegna þess að þau leggja áherslu á góðan félagsskap. Skemmtilegt áhugamál, góða hreyfingu og halda sér í formi er stuðlar að heilbrigðu líferni. Innan við 3% segja að ástæðan sé sú að þau vilji ná árangri. Hvaða skilaboð eru þetta? Eru þetta skilaboð sem eiga ná inn í íþróttastefnu Akureyrarbæjar? Eða eru þessi atriði þegar inn í stefnumótun íþróttahreyfingarinnar? Ef svo eru þau ætíð höfð að leiðarljós í íþróttastarfi. Ég vil hér leyfa mér að vitna í niðurlagsorð sviðsstjóra fræðslusviðs ISÍ, þar sem hann endaði sína kynningu hjá íþróttaráði með því að segja að allir þyrftu að vera vel meðvitaðir markmið barna- og unglingastefnu Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Á liðnu hausti fór fram vinna við að skoða möguleika á að koma til móts við unglinga í framhaldsskólum til að geta hluta, æft og fengi sérhæfða fræðslu íþróttir innan skólatíma. Umræðum þetta hefur staðið lengi og að hluta til hefur ekki verið farið af stað með þetta þar sem vinna hefur verið í gangi hjá menntamálaráðuneytinu sem stefnir að því að setja þessu ramma á landsvísu. Formaður íþróttaráðs kom að þessari vinnu og eins nýttum við okkur aðstoð sviðsstjóra fræðslusviðs ISÍ í þessari vinnu. En fyrst og fremst er þetta samstarfsverkefni framhaldsskólana og íþróttafélagana. Af stað var síðan farið nú á 9 ári og ákvað að byrja varlega en ánægjulegt er að sjá jákvæð viðbrögð afreksfólks innan framhaldsskólana en 60 nemar sækja 2 æfingatíma einu sinni í viku á skólatíma. Þær greinar sem eru með í byrjun eru blak, alpagreinar og knattspyrna bæði hjá KA og Þór. Mjóri til mikils vísir og með sanni má segja að þáttakan í byrjun hafi farið fram úr björtustu vonum. Það er mikilvægt að öflugt framhald geti orðið á þessu starfi sem styrkja mun Akureyri enn frekar sem öflugan skóla og íþróttabæ og að bæjarfélagi styrki þetta starf eins og kostur er á hverjum tíma. Stjórn afreks- og styrktarsjóðs Akureyrar hefur leitast við að taka mið af breyttum aðstæðum í þessum efnum og lagt aukna áherslu á að gera styrktarsamninga við ungt afreksfólk. Þar hefur stjórnin tekið mið af stefnumótun ISÍ í þá veru að miða innleiðingu afrekshugsunarháttar hjá þeim sem stefna að þátttöku í keppnis- og afreksíþróttum við 16 ára aldur og að við þennan aldur sé árangur í keppni orðið markmið sem stefnt er að. Stjórn sjóðsins hefur á kjörtímabilinu verið að fjölga styrkþegum og er nú svo komið að 10 einstaklingar eru með samninga við sjóðinn og verið að greidda til þeirra samtals 2.540.000 krónur á þessu ári. Stjórn sjóðsins hefur samt sem áður verið stundum nokkur vand á höndum að fylgja þessari reglu þar sem þróun hefur orðið sú í nokkrum greinum að afreksþjálfunin hafin mun fyrr. Í stefnumótin ISÍ segir þó eftirfarandi þetta atriði.
Varðandi þau aldursmörk sem gengið er út frá verður að gera ráð fyrir að ákveðnu svigrúm og sveigjanleika vegna mismunandi reglna sem gilda í hinum ýmsu íþróttagreinum og mismunur á þroskaferli milli kynja og einstaklinga. Tilvitnun lýkur. Ég tel farsælast að ekki verði hvikað frá þessum stefnuviðmiðum ISÍ í þessum efnum. Annað atriði langar mig að nefna hér snertir afreks- og styrktarsjóðinn er það að sjóðurinn hefur hýst framlag sem bærinn lagði fram fyrir nokkrum árum sem sérstakt framlag til styrktar bolta íþróttum kvenna. Stjórn sjóðsins hefur því haft það verkefni með höndum að deila þessu framlagi út til þeirra félaga sem sótt hafa þessi framlög. Á liðnu ári gekk þetta framlag til allra boltagreinana í misháu framlagi þó, þar sem knattspyrna og handbolti fengu drýgstan hlutinn enda upprunalega eyrnamerkt þeim greinum. Stjórn sjóðsins er sammála að þetta þurfi að endurskoða og þá með það í huga að þetta framlag komi beint inn í samninga við viðkomandi félög. Það er mikilvægt að áfram verði hlúð að kvennaboltagreinum og þar með reynt að sporna enn frekar við brottfalli unglingsstúlkna og þá sérstaklega stúlkna á framhaldsskóla aldri úr íþróttum. Í stefnumótarræðu minni á liðnu ári fór ég yfir þær miklu framkvæmdir sem í gangi og fyrirhugaðar við uppbyggingu íþróttamannvirkja á Akureyri. Þó svo að fjárhagsstaða Akureyris sé sterk og geta okkar í þeim efnum meiri en margra annara, þá er ekki hjá því komist að draga úr framkvæmdarhraða í ljósi breyttra aðstæðna. Hér er tímabundna erfiðleika að ræða. Aldrei sem fyrir okkur nauðsynlegt að huga vel að samnýtingu og samþættingu til að ná fram hámarksnýtingu og hagræði. Akureyri hefur mikla sérstöðu í þessum efnum og möguleikar okkar miklir til að efla enn frekar gott íþróttastarf. En þrátt fyrir vissa erfiðleika verðum við bæði að sjá og nýta okkur þau tækifæri sem klárlega eru til staðar í okkar næsta umhverfi. Og vil ég nefna í því samhengi uppbyggingu ferðaþjónustunnar þar sem Hlíðarfjall er klárlega okkar helsta tækifæri. Sú uppbygging sem þar hefur átt sér stað á undanförnum árum er að sýna okkur gildi sitt í dag og hefur það verið frábært að fylgjast með ótrúlegri aukningu í heimsóknum til Akureyrar í vetur sem rekja má beint til Hlíðarfjalls. Vert er að þakka því duglega fólki sem staðið hefur að baki uppbyggingunni á undanförnum árum, en verulega auknar afleidda tekjur samfélagsins okkar má rekja til hennar. En betur má duga skal og leggja mikla áherslu á þeirri góðu vinnu sem unnin hefur verið af starfsmönnum bæjarins á undanförnum mánuðum varðar frekari uppbyggingu Hlíðarfjalli verði studd dyggilega á okkur sem kosin hefur verið til að stýra þessu bæjarfélagi. Veturinn sem brátt kveður hefur fært okkur heim sanninn það að Akureyri er mikill íþróttabær jafnt að vetri sem sumri. Í sumar höldum við landsmót UMFÍ hér á Akureyri eins og öllum er kunnugt um. Þetta verður afmælismót þar sem þess verður minnst að 100 ár eru liðin frá því að fyrsta landsmóti var haldið og það hér á Akureyri. Það er mikilvægt að vel til takist og vil ég lýsa yfir ánægju minni yfir þeim góða anda og mikla metnaði sem ríkir hvarvetna í bæjarfélaginu gagnvart þessu stóra sameiginlega verkefni okkar. Við fögnum hverjum gesti sem sækir okkur heim og tekur þátt í íþróttum með okkur og öllu því góðu og skemmtilega sem því fylgir. Það er mikilvægt að horfa til næstu framtíðar í þessum efnum og ljósta með fleiri fullkomnum nýjum og bættum íþróttamannvirkjum þarf að ná fram góðu skipulagi hvað varðar mótahald hinna ýmsu félaga. Þetta starf hefur staðið með miklum blóma hér í bæ og ómælt sjálfboðastarf liggur þar að baki. En þetta hefur bara möguleika til þess að vaxa enn frekar. Hér þarf að setjast niður þar sem allir hagsmunaaðilar skoða málin og horfa sameiginlega fram á veginn í þessum efnum. Akureyri hefur alla burði til þess að verða leiðandi bæjarfélag á þessum vettvangi. Og að endingu langar mér hér að þakka fulltrúum í Íþróttaráði fyrir gott samstarf á þessu starfsári. Takk fyrir. Formaður Íþróttaráðs hefur lokið flutningi stefnuræðu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jóhannes Bjarnason. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formann Íþróttaráðs fyrir afskaplega góða stefnuræðu. Ef það var í keppnisgrein stefnuræður hér í bæjarstjórn, þá væri þú örugglega í fyrsta sæti. Þetta er yfirburða besta ræðan sem hingað til hefur komið, yfirgripsmikil,
segir margt og fer vel yfir stöðu mála á sem allra flestum sviðum. Auðvitað maður ekkert alltaf alveg sammála, sérstaklega framkvæmd að gera og öðru, en það breytir því ekki að þessi innihaldsmikla ræða, hún er örugg með fyrsta sæti í þeirri keppni ef að til hennar verður einhvern tíma stofnað. Íþróttamálin á Akureyri eru auðvitað gríðarlega stór málaflokkur sem að kemur við marga bæjarbúa. Við erum auðvitað á svo mörgum sviðum, bæði að bera okkur saman við aðra og auðvitað keppa við aðra og auðvitað berum við okkur þá helst saman við höfuðborgarsvæðið. Þar hefur munurinn minnkað hvað varðar aðstæður. Við erum hægt og rólega að síga á. Það detta inn fleiri mannvirki sem að nýtast okkur vel og það eru fleiri og fleiri greinar sem að verða samkeppnishæfar aðstöðunar vegna. Það er íþróttir kannski sem að koma helst upp í hugan sem að hafa setið eftir eru frjálsar íþróttir og svo jafnvel sund, en í sundinu hefur orðið mjög jákvæð þróun og afar glæsilegur árangur náðst á undanförnum misserum og þeir eru svona komnir svolítið í þrot vegna aðstöðuleysis og það er svona ekki ljóst kannski nákvæmlega núna í dag hver stefnir með uppbyggingu sundlaugamannvirkja og án þess að vilja vera mjög neikvæður í þessari ræðu minni þá auðvitað fóru fyrir áætlanir uppbyggingu á sundlaugasvæðinu fyrir lítið þegar þessari blessari byggingu og þar klastra niður. En við erum hins vegar, eins og ég sagði, þessi 17.000 íbúar sem að keppa við 10 sinnum fleiri íbúa, þá stöndum við okkur ákaflega vel hvað varðar aðstöðu. Við getum auðvitað ekkert farið í allra dýrustu framkvæmdirnar sem að farið í á höfuðborgarsvæðinu og fjöldinn í raun og veru. Það er svo mikill að við ráðum ekki við þessar stærstu framkvæmdir sem þar er boðið upp á. En í mjög mörgum greinum þá stöndum við ákaflega vel. Og þetta er því að þakka að það hefur verið mikil uppbygging í langan tíma á íþróttamannvirkjum og mikill vilji í bæjarstjórn hjá öllum framboðum til að halda þeirri þróun jákvæðri. Nú formaðurinn minntist hér á stefnumótun í íþróttamálum í bænum sem er afskaplega jákvætt framtak og í raun og veru verkefni sem að í raun og sanni hefði þurft að vera búið að fara í fyrir löngu síðan. Öðruvísi þá gætum við lent í því að hjakka í sama farinu. Þarna eru einstakir hópar að kryfja til mergjar málefni einstakra málaflokka innan íþróttageirans. Eins og formaður nefndi hér áðan, þá er þetta 5 flokkar. Þeir skarast auðvitað innbyrðis og það þarf að kortleggja það. En síðan þurfum við hreinlega að spyrja okkur mjög áleitna spurninga varðandi einstaka málefni eins og til dæmis afreksíþróttir sem að eru og stefnu í afreksíþróttum sem að eru auðvitað eilíft umræðuefni. Við höfum okkar afreksstefnu eða svo má segja. Við erum að hjálpa til og styrkja okkar bestu íþróttamenn. Við göngum ekki eins langt eins og sum önnur bæjarfélög. Hafnarfjarðarbær og Kópavogur og fleiri hafa gengið mjög langt í sinni afreksstefnu. Þetta er alltaf umdeilanlegt hversu langt á að ganga. En við þurfum bara að taka þá umræðu. Við þurfum að leggja niður fyrir okkur hvað þurfum við að gera mikið til þess að okkar efnilegustu íþróttamenn sitji við nokkurn veginn sama borð eða sömu aðstæður og félagar þeirra í Reykjavík. Ég er ekki að tala um þurfum endilega að ganga alveg jafn langt eins og þessi sveitarfélög sem lengst hafa gengið, en við verðum að koma að mínu viti meira til móts við þetta og ég bind mikla vonir að þessi stefnumótun í þessum málum leið okkur til þeirra niðurstöðu að það þurfa að breyta þessum áherslum. Nú, skólastarfi og íþróttir og svo aftur tengingin við íþróttafélögin er akkur sem við eigum eftir að plæja mikið. Þetta hefur verið svona svolítið viðkvæmt mál í umræðu oft. Skólarnir hafa verið svolítið smeykir við að taka íþróttafélög kannski hreinlega meira inn í fag íþróttakennslu, þar sem oft á tíðum er mikil fagþekking á einstökum greinum. Þetta hefur samt aðeins svona losnað upp úr þessu núna, ekki síst með stórauknum valmöguleikum nemanda í elstu bekkjum til íþróttaiðkunar og þá geta nemendur valið sér íþróttir sem oft á tíðum eru þá jafnvel
stjórnað af hálfu íþróttafélagana sjálfra. Og ég ætla ekki að taka alla þessa liði fyrir sem að nefndir eru í stefnumótuninni, en ég ítrekka það að það er afskaplega þarft og gott verk að fara í þessa vinnu. Nú, umfangi hér á íþróttastarfinu í bænum er gríðarlegt. Sjálfboðavinna er í raun og sann miklu meiri heldur en fólk almennt gerir sig grein fyrir. Og ég ætla að nefna 2 dæmi í því sambandi. Á hverju góðamóti sem íþróttafélagið Þór heldur starfa 160 til 70 sjálfboðaliðar. Þeir vinna yfir 1000 vinnustundir á hverju móti. Þeir eru búin að halda 4 svona mót og það segir okkur það að þeir hafa unnið 4000 vinnustundir í sjálfboðavinnu við að halda þessi mót. Draga hér í bæinn fjöldan allan af fólki, búa til skemmtilegan keppnisvettvang fyrir okkar iðkendur hér við sína jafningja og Reykjavík, þannig að við þurfum ekki að sækja keppnina þangað. Bæjarfélagið nýtur góðs af, við fáum mikla tekjur í gegnum náttúrulega afleidda tekjur og virðisauka, og fyrir utan það hvað þetta er bráð skemmtilegir viðburðir bæði að horfa á og fylgjast með. Ég get nefnt N1 knattspyrnumótið hjá KA sem er gríðarlega stórt í umfangi og samsvarar ekki alveg þessari tölu áðan í heilsinni, en þar sjáum við í raun og veru hversu umfangsmikið þetta starf er. Þetta eru hundruði manna sem er að starfa í hverri viku og ég lagðist yfir yfirlit yfir íþróttafélög og mótahalda á vegum íþróttafélaga og reyndi að telja svona gróflega. Mér sýnist á hverju ári síðan milli 400 og 500 akureyringar sem vinna sjálfboðavinnu við íþróttastarf á Akureyri. Nefndir og ráð, dómarar, þeir sem að skipuleggja mót, sjáum mat, þrif og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta er gríðarlega umfangsmikið. Þeir bæjarfulltrúar sem ekki hafa lesið lokaritgerð Þórdísar Gísladóttur, íþróttafræðings, þeir ættu að gera það fyrr en síðar. Hún fjallar þar samfélagslega áhrif af íþróttastarfi og kemst að þeirri skemmtilegu niðurstöðu að í raun og veru þá eru sveitasjóðir að koma út í hagnaði þeirra uppi staðið. Og það er náttúrulega langmestu leyti komið til að því að sjálfboðavinnan innan íþróttahreyfingarinnar er svo gríðarlega mikil. Og þetta hefur stöðugt farið, þetta eykst með hverju árinu. Foreldrastarf er orðið mjög blómlegt, flestir flokkar í hópíþróttum eiga sér foreldraráð og hafa foreldrafundi og þannig smittar þetta í kringu sig og eru auðvitað mínu viti einhver besta leið til að verja sínu frístundum sem möguleik hér á. Eitt af því sem að ég vildi biðja formann íþróttaráðs að taka til nákvæmnar skoðunar í íþróttaráði er gjaldtaka á skólum þegar íþróttafélögin er að halda hér íþróttamót. Knattspyrnufélag Akureyrar KA greiddi í leigu fyrir 2 skóla 660.000 síðastliðið sumar. Þór hefur greitt á milli 500 og 600.000 í leigu fyrir skóla vegna sinna knattspyrnumóta. Þessar fjáröfluna aðferðir félagana, burtséð frá öllum hinum jákvæðu þáttunum sem ég nefndi áðan, eru þeim afar dýrmætar og þetta eru miklir peningar af innkominni vegna þess að íþróttafélögin þau passa sig á því að þau eru ekki að leggja mikið ofan á þátttökugjöld svo þau fæli ekki frá iðkendur. Þess vegna er þetta afar há tala og ef við tökum nú öll handboltamót, knattspyrnumót, sundmót og fleira sem að þarf að leigja skólundir, þá getum við komið þessar upphæð í líklegast milli 2 og 3 milljónir sem koma í tekjur til bæjarins vegna leigu og skólum. Ég er ekkert að tala að þetta eigi að vera ókeypis, en mér finnst þetta of mikil gjaldtaka vegna þessa starfs, ekki síst í samhengi við þá gríðarlegu sjálfboðavinnu sem fer fram við þessi mót. Það hlýtur líka að skjóta svolítið skökku við þegar að svona viðburðir eru haldnir að eins og framkom hér á bæjarráðsfundi síðustu viku að nú erum við að fara að halda söngkeppni framhaldsskólana hér upp í Íþróttahöll, einu okkar glæsilegasta mannvirki. Með fullri virðingu fyrir þeirri keppni og þeirri athygli sem hún hefur, að þá fær framkvæmda aðilina þeirri keppni, Íþróttahöllina, hún fær hana gjaldfrjálst, þar að segja þarf ekki að greiða leigu fyrir afnota húsinu.
Þetta finnst mér ekki sanngjarnt og ég gerir mér alveg grein fyrir að þetta ekki nákvæmlega sama málið, en þetta þó íþróttamannvirki sem þarna verið að innan gæsalappa leigja og ég heldur verðum að láta þá eitt yfir alla ganga og hvet formanninn eindregið til að taka málið upp og endurskoða þessa álagningu á þessi mót sem ég kalla að hálfu bæjarins. Nú, eitt það hugarefni mitt sem ég hef rætt hér oftar en einu sinni og oftar en tvisvar á þessum ræðustól og það íþróttafræði eða íþróttakennaradeild við Háskólann á Akureyri. Nú allri formlegri undirbúningsvinnu af hálfu háskólans lokið. Menntamálaráðuneytið hefur samþykkt námskrá deildarinnar og í sjálfum sér ekki meiri vinnu hægt að framkvæma af hálfu háskólans. Þeir hafa lagt sína vinnu inn í ráðuneyti en þá brast á þessi, sleppi ég einu orði, kreppa og þetta lentu, við skulum segja eðlilega, niður í skúffu í bili. Ég hef margsinnis farið yfir það hversu gríðarlega mikilvægt það fyrir íþróttalíf á Eyjafjarðarsvæðinu að fá íþróttakennaradeild hér við háskólann. Ekki einungis mundu við halda mörgu okkar besta íþróttafólki í héraðinu við nám í þessari deild, heldur gætu við fengið og munum fá okkar bestu íþróttafræðinga og þjálfara, best menntuðu þjálfarana og kennarana til að koma og kenna við þessa deild og starfa hjá íþróttahreyfingunni meðfram. Þetta gríðarlega mikilvægt fyrir uppbyggingu íþróttafélagana. Kennaranemarnir myndu vinna sinn verklega hluta að náminu inn í íþróttafélagunum og skólanum hérna og það í raun og veru allt við þessa hugsun á bakvið þessa deild sem mundi lyfta íþróttalífinu hérna upp ég segi bara upp margar hæðir. Þetta miklu meiri áhrif heldur margir gera sér almennt grein fyrir. Af því að starf svona deildar svo umfangsmikið inn í öllum greinum. Það eru kenndar allar íþróttagreinar inn í þessu og þeir sem kenna þessar greinar eru þá yfirleitt einhverjir sem eru mikið menntaðir, eru búin að afla sér mikillar grunnþekkingar og eru að starfa þá núna væntanlega í öðrum skólum, jafnvel erlendis, en mundu taka því feginsendi að koma hérna heim í þetta starf. Og þó svo aðstæðurnar séu þetta erfiðar í ríkisbúskapnum núna og verður það svo einhver misseri, að þá þetta samt sem áður eitt af því sem að ég tel hvað brýnast að bætist hér við háskólastarfið á Akureyri. Ég ætla að þessu sinni ekkert að fara yfir í yfirlit framkvæmda undanfarin ár. Ég hef haft það fyrir árvissan viðburð að vera með tóm leiðindi hér út af framkvæmdum á knattspyrnuvöllum og fleira. Ég ætla að láta þann hlut að eiga sig í þetta skipti enda marg sögð saga hér úr þessum ræðustól. Ég vil að endingu hrósa formann íþróttaráðs aftur fyrir þessa yfirferð. Mér finnst íþróttaráð að starfa vel á þessu kjörtímabili, betur og betur eftir því sem liðið hefur á þetta kjörtímabil og með það ég auðvitað ákaflega ánægður sem mikill áhugamaður íþróttir og þakka formanninum kærlega fyrir. Bæjarfulltrúi Jóhannes hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldvin H. Sigurðsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka ágætum formanninni íþróttaráðs stefnuræðuna sem ber með sér að sjálfsögðu að hún samin á krepputímum hruninnar hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar. En því ber ekki að neita að íþróttir og íþróttastarf barna og unglinga hefur verið afar vel hugsað hér í bæ. Einnig hafa íþróttaviðburðir allt árið hleypt lífi í efnahag bæjarins með öllum þeim þúsundum gesta sem sækja okkur heim á ári hverju, jafnt sumri sem vetur. Og þar skulum við reyna að bæta sem mest við getum. Og ég efast að nokkurt sveitarfélag eins og áður kom fram í máli bæjarfulltrúa Jóhannesar
að nokkurt sveitafélag hafi yfir jafn góðu og öflugu sjálfboðaliðum að ráða eins og íþróttafélögin hér á Akureyri til að halda slík mót. Sjálfur þekki ég aðkomu að þeim og veit hversu mikil vinna fer í eitt slíkt mót. Nú, á þrengingatímum enn meiri ástæða til þess að gefa bæjarbúum ungum sem öldnum tækifæri og hvatningu til að stunda íþróttir, allslags íþróttir og hvetja ungt fólk til dáða því að kannski verður lítið vinnu í sumar fyrir skólafólk og önnur ungmenni og því nauðsynlegt að hafa eitthvað uppbyggilegt fyrir stafni og ýta unga fólkinu þangað. Það nóg framboð og margt hægt að gera. En mér langaði einnig til að spyrja, af því að það kom nú upp á fundi sem ég var á í gær, hvort að svokallað vaxtarræktarhús við Sundlaugina sé á vegum íþróttaráðs, því mér skilst að það sé þinglýst eign Akureyrarbæjar og hvort hann viti hvernig það komst í eigu bæjarins, því að mér ókunnugt að við séum að byggja þar hús og vegna erfiðs fjárhags íþróttaráðs og bæjarins þá vil ég beina þeirri áskorun til bæjarstjórnar Akureyrar að hún beini þeirri áskorun til fjármálaráðherra að hlutast til að breyta lögum þannig að hækka megi útsvarsprósentuna og létta þannig undir með rekstri sveitafélagana. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Kristín Sigfúsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tek undir það að ég þakka Ólafi Jónssyni fyrir þessa ágætu skýrslu, formanni íþróttaráðs. Og þetta sívaxandi og svo breytilegur málaflokkur. Það alltaf eitthvað nýtt og spennandi að koma inn. Við erum alltaf að samþætta hlutina betur og betur. Og það sem svo gott fyrir okkur alla, það lýðheilsu sjónarmiðið, það að hafa það markmiði að vera með og taka þátt. Og það kom mér ekki óvart að það væru aðeins 3% sem væru þá að sækjast sérstaklega eftir því að ná einhverjum sérstökum árangri. Allir vilja vera með og það svo gott að virkja alla fjölskylduna í íþróttum og tómstundum. Og þetta þó við höfum aðskilið þetta sem sitthvort ráði, þá eru náttúrulega tómstundir sem fara í íþróttir, í almennis íþróttir og það að vera saman. Og ég sé að það lagt mikið upp úr því að áhersla sé lögð á almennis samgöngur og það á milli íþróttamannvirkja, en almennis samgöngur og það að hreyfa sig og fara gangandi á milli staða, sérstaklega gangandi í skólan og gangandi í vinnu eða hjólandi. Það auðvitað, má segja að það sé almenningsíþrótt að koma sér af stað frá heimili sínu og hreyfa sig til þess að ná því að komast á næsta áfangastað. Og það margt sem hægt að horfa til. Ég held að pollurinn eigi nú eftir að skila sér ansi drjúgt í siglingum og koma mjög vel út sem einn af þessum þáttum sem við getum notað í íþróttaiðkun. Og ég sé það auðvitað að allt sem við leggjum rækt við, þess að við höfum lagt við Hlíðarfjall, það marg skila sér og svo þetta svo stór liður í atvinnuuppbyggingu í bænum. Og margfeldisáhrifin af því að eins og að þegar fjallið sótt mikið í fjalli, þau eru svo víðtæk að það bóstalega allt á fullu í bænum þegar að gott færi og við höfum fólk í fjallinu. Það alveg sem hvar borið niður, það allt á fullum snúningi í verslunum og stofum og leigubílum og hvar sem veitingastöðum. Já, ég heyri að það sé miklu meira að gera þar.
En þessum langar mig aðeins að spyrja Ólaf að því hvort það hefði komið til að við værum með kort, fjölskyldukort fyrir gestin okkar á veturna sem væri þá fyrir þessuna strætó og sund og skauta, alltaf fjallið. Hvort við gætum verið með aukna þjónustu og nú til dæmis fagnað í því að það er hægt að fá áætlunarferð upp í fjall, það er komin allavega boðið upp á rútuferðir og það skiptir auðvitað máli því við getum ekki endalaust lagt kannski fleiri hundruðum eða 1000 bílum þarna upp í fjalli, við höfum að fara að skoða það er mjög jákvætt að sé boðið upp á almenningssamgöngur þangað. Ekki almenningssamgöngur, en einhverjar samgöngur, hvort sem við gerum það með strætó eða hvernig það yrði en ég svo verður nú byggð á því en það er mjög gott að það skuli vera komið, það er gott framtak að það skuli vera hægt að komast þangað með áætlunarferðum. Nú og eins þetta líka með vikukort á fyrir okkur, fyrir fjölskyldur á Akureyri. Ég hef verið að fylgjast með þarna á Sundlaugarsvæðinu og ég var nú alla tíð á móti því að leyfa að það yrði þannig að mér finnst þetta algjör einkavinavæðing að hleypa þessu einkafyrirtæki í það að byggja þarna á lóðinni sem skólalóð og framkvæmdalóð, ein mesta framkvæmdalóð í bænum. Sundlaugarsvæði skólalóð og margföld og íþróttahöllum þarna allt í bland og það er auðvitað rétt. Þetta er fasteign núna sem verið metin upp á 147.250.000, var það í morgun og eigandi er Akureyrarbær en greiðandi er eftir vaxtaræktin EHF. Og mér fannst þetta voðalega klúðuslegt að fara að hleypa þessu þarna inn og ég á eftir að sjá og ég vona auðvitað þetta takist að drífa þetta áfram en það er hryllilega ruslarlegt í kring, það er náttúrulega ekki nema von, þetta kemur svona undan vetri og það verður að fara að drífa að setja girðingun upp og að Sundfélagið Óðinn fái sín auglýsingaskilti upp. Þetta er ekki hægt að hafa þetta svona en auðvitað er við sjáumst að kreppuna sakast og allt það en mér finnst að skipta máli, þarna er góð samvinna Akureyrarbæjar þá og íþróttafélags og mér finnst að verði að hreinsa þarna rækilega til núna í vor. En það væri nú algjörlega kalt henni örlagana ef þetta ætti til að standa þarna eins og beinagrind. Ég trúi því nú ekki. Kannski á þetta bara eftir að verða sundlaug. Nei, við skulum nú sjá til. En það þarf virkilega að skoða þetta núna í vor. Hvernig verður gengið frá og tekið til þarna. Mér langar að spyrjast fyrir það hvort sé komið tákn fyrir hvort að það sé til síðs, ég held að hvort að komi einhver svona íþróttálfur eða eitthvað fyrir landsmóti. Það veit ekki af ef ætti að fara að skera út einhverja fígúru eða eitthvað eða mála eða eitthvað slíkt. Það er kannski ekki. Ég verða framsóknarmaður, já. Og eins og nýja merki þá framsóknar, er það ekki Jóhannes? Já, við skulum sjá, en það verði ekki andan ef ég eða örnin okkar eða eitthvað. Nei, ég ætla nú ekki að fara að koma nýjar hugmyndir, en ég datt í huga að það væri nú gaman fyrir prjónakonur og postulínsmálingafólk og svona. Það væri gaman að fá að vita ef það verður. Nú, það er svo margt sem maður getur tekið fyrir og mér finnst það mjög skemmtilegt að hafa þessa sveigjanlegu stefnu, vera alltaf að endurskoðana og það skiptir svo miklu máli að fá hugmyndir og þessa hópa mér líst mjög vel á það og auðvitað eigum að gera það endalaust og ekki er það nú síst núna á síðustu vestutímum sem ekki veitir síst af að hafa hugmyndaflæðið í lagi og styrkir okkur öll og við að nota íþróttamannvirkin einmitt meira en nokkru sinni því að þá er meiri tími og við eigum að hafa þau aðgengilega opin og hvetja fólk sem mögulegt er. Já, mér finnst aðkoma fatlaðra að almenningsíþróttum, það má áreiðanlega skoða það betur. Það má áreiðanlega skoða betur til dæmis þjálfun í sundi og liðveislu þar sem að væri hægt að vera kannski liðveislu gæti komið með fólk og færi með í íþróttir og fjölskylda hefði kannski betra tækifæri til að koma með, vera saman þar sem væri fatlaður einstaklingur og maður horfir þetta virkilega til þegar það verður opnað í Giljaskóla en það er ábyggilega í sundi og fleiri íþróttagreinum sem væri hægt að skoða það. En svo gladdi það mér mjög að fá boðskort vígslu reiðhallarinnar og þar á að fara fram þessi feikilega skemmtun og hátíð á laugardaginn núna kemur, fákár og fjör
og ég óska hestamannafélaginu rétti alveg sérstaklega til hamingju með þennan áfanga og vona að verði ánægjulegt og ég óska þeim alls góðs, en það verður sem sé vígur Eyðfellin í Hlíðarholti núna 18. apríl og það þykir mér sannarlega gleðilegt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristín hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Elín Margrét Hallgrímsdóttir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég tek undir þakkir til formanns íþróttaráðs fyrir ágæta skýrslu þó ég ætli nú ekki að hrósa honum jafn mikið og bæjarfulltrúi í Óðinsgerði. Við ætlum ekki að gera nú á mótin. En allavega skýrslan er ágæt og íþróttastarfi svo við vitum stendur hér miklum blóma og líka þegar við skoðum það þá sjáum við að hvergi er nú eins vel staðið að málum eins og hér í byggingu og varðandi útgjöld okkar til íþróttamála sem er náttúrulega mjög ánægilegt, en ég get ekki neita því að ég sem formaður skólanefndar verð oft mjög afbrýðisöm þegar ég skoða þetta súlrit. En hvað það? Þetta er allt saman hið besta mál og sjálfsögðu tekið undir mikilvægi þess að þessi stefnumótun að vinna sé gerð og það er auðvitað mjög mikilvægt hvert ætlum við að stefna, hvernig ætlum við að eyða því fé sem við höfum á áherslum, afar mikilvægt. Og vissulega er margt sem er hérna mikið eins og afreks íþróttastefna. Það er gríðarlega mikilvæga fyrirmyndir sem að slík ungmenni hafa sem að stunda sína íþróttir að miklu kappi og eljusemi og sína góðan árangur. Það ber ekki að vanmeta og mjög mikilvægt að þetta sé metið til eininga í framhaldsskólum. Því að árðanlega ekki síður mikilvægt heldur margir áfangar sem það eru kenndir með fullir vinningu því öllu saman. Nú, ég tek undir þá og lýsi ánægju minni með það að það sé verið að skoða auka fjölbreytni á íþróttum í skólum. Þetta við höfum náttúrulega smá reynslu af þessu og við erum mjög áfjáð þetta í skólanefndinni og tökum þessu mjög fagnandi. Við teljum að þarna séu mjög mörg vannýtt tækifæri. En ég verð að segja öfugt við bæjarfulltrúa Kristínar kemur mér á óvart að það sé innan við 3% úr þessari niðurstöðu sem að kemur hér fram að það var þeirra nemendar sem svöruðu af hverju þeir leggja stund á íþróttir, þá eru innan við 3% segja að ástæðan sé svo að þeir vilja ná árangri. Mér finnst þetta kannski ekki nógu gott. Mér finnst auðvitað að vera stór hluti af því að vera stund í íþróttir, maður vill ná árangri, vill gera betur. Og ég vona að þetta verið skoðað aðeins betur, hvað okkur að auðvitað er félagsskapurinn fínn og allt það, en það er líka mikilvægt að bæta sig í öllu. Þannig að ég heyri að Jónas Bjarnason telur að þetta sé ekki þeir unglingar sem hann er að þjálfa, en gott mál. Það sem ég vildi nú aðeins segja líka er að ég tel að sjálfboðaliðastarf foreldra sé mjög jákvætt og mjög gott og mjög mikilvægt og auðvitað ber ekki að vanmeta það, en þetta skiptir miklu máli og við sem eigum börn í íþróttum og sjáum það að þeir foreldrar sem eru hvað duglegastir með sínum börnum og vinna sem mest, þeir börn og ungmennin á hvað bestum árangri og ástundum þeirra er hvað best. Þannig ég fæ mjög oft samviskubit þegar ég er svo sjaldan sem að ég gef mér tími í þetta, sem er allt og sjaldan. Þannig að ég bara dáist að þeim foreldrum og hvet þá áfram til dáða. Nú, varðandi það sem að bæjarfulltrúi Jóns nefndi með söngvakeppni og höllina, þá vil ég nú taka það fram að það eru mjög margir sem að leita til Akureyrarstofu varðandi menningarviðburði til að fá niðurfellingu á húsalegu á ýmsum viðburðum sem hingað koma í bæinn og við reynum að mæta því eins og best við getum. Og við teljum að eitt af því sem líka dregur íþróttafólk hingað til bæjarins á skíði og svo framvegis er hvað menning hér stendur með miklum blóma. Þannig að það er ekki bara verið að horfa á íþróttirnar, heldur ekki gleyma því að hér er þjónusta og menning mjög mikil og háu stigi og við erum mjög stolt af því og við hjá Akureyrarstofu leggjum okkur fram við að svo megi verða. Og við teljum að þetta styðji allt hvað annað og sé allt mjög mikilvægt. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Elín hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hermann Jón Tómasson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, örfá orð þessa ágætu skýrslu formanns íþróttaráðs sem að við sjálfsögðu þökkum fyrir, greinagóð og áhugaverð. Eins og við vitum þá mikilvægi þess starf sem að undir íþróttaráð heyrir óumdeilt eða allavega lítt umdeilt, skulum við segja. Hins vegar bráðnauðsynlegt að greina á milli af því að þarna, það sem sérstakt kannski við þetta starf að þarna bærinn að starfa með mjög öflugum áhugamanna samtökum eins og hér hefur komið fram að framgangi íþróttna og það mjög mikilvægt að menn fari vel yfir það hvert hlutverk bæjarins á að vera í slíku samstarfi og hvað ekki. Þess vegna sú vinna sem að íþróttaráð hefur lagt í á þessu kjörtímabili bráðnauðsynleg og ég einfaldlega fagna því að ráðið skuli halda henni áfram og ætla sér að klára hana vegna þess að þó svo að fjármunir séu til í mismiklum mæli á mismunandi tímum þá skiptir stefnan enga síður höfuðmáli og við vinnum náttúrulega í samráði við það eða á grundvelli þess hvaða fjármunir við höfum voru að spila á hverjum tíma en við verðum að vita hvert við erum að fara á öllum tímum og þarna það í mínum huga grundvallaratriði að menn átti sig á því hvernig ætlum við að vinna með þessum öflugu og mikilvægu samtökum sem að hér í bænum starfa að þessu málefni. Ekki svo að skilja að við höfum svo sem ekki vitað það en þarna verðum við að fara yfir málin frá einum tíma til annars og ákveða forsendum samfélagið leggur fjármuni til þessa verkefnis og þá hvernig forgangsröðun hvað þá varðar á að vera. Í mínum huga snýst þetta náttúrulega bara einfaldlega það að við erum hér að reyna að skapa hér eins góðar aðstæður eins og kostur til vaxtar og þroska fyrir börn og unglinga og fullorðna í samfélaginu og það að bjóða hér upp á öflug íþróttamannvirki og gott íþróttastarf einn mikilvægur liður í því. Hins vegar vekur þetta athygli líka þegar við förum yfir þessa stefnuræðu og svona minnir okkur á það að hversu miklu máli íþróttirnar og íþróttamannvirkin og þetta starf skiptir varðandi þennan þátt atvinnulífsins í bænum sem ferðaþjónustan og hér hafa nokkrir bæjarfulltrúar komið inn á þetta að þetta auðvitað vinna sem að skila sér í því að gestir vilja heimsækja Akureyri í miklu mæli og við höfum séð þess greinilega stað nú í vetur. Knattspyrnumótin sem boðið upp á hverju sumri og reyndar á veturna líka sem að draga hér að gesti víðsvegar að landsmótið sem reyndar einstakt verkefni í sumar sem að mun verða mikil lyftistöng fyrir íþróttalífið en líka fyrir ferðaþjónustuna í bænum. Hlíðarfjall og vetraríþrótta mannvirkin okkar skipta meginmáli og við höfum séð þess skýr merki núna á þessum vetri. Reiðhöllin sem að hér minnst á mun auðvitað vera aðdráttarafl líka og svo getum við haldið áfram að telja. Þannig að sú vinna og það fjármagn sem við erum að leggja í uppbygging á þessu sviði skila sér auðvitað beint til barnanna og unglingana og fullorðna fólksins í bænum og skapar þeim aðstöðu til þess að vaxa og dafna en þetta skila sér líka vel til þess að skapa hér betri aðstæður til þess að reka ferðaþjónustu af ýmsu tagi og við skulum ekki gleyma því. En ég þakka formanni íþróttaráðs enn og aftur fyrir ágæta skýrslu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hermann hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Helena Karlsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka formanni íþróttaráðs stórfína skýrslu og það alveg ljóst að hér í bæ mjög öflugt íþróttastarfi í einskilningi og virkilega vel staðið öllum þessum málum. Mér langar aðeins til þess að spyrjast fyrir varðandi stefnumótunarvinnuna sem í gangi. Hvenær áætlar íþróttaráð að henni ljúki?
hvernig verður hún kynnt og hvernig verður eftirfylgd háttað. Því vonandi verður þetta ekki eitt af þessum plöggum sem að sett fínt plagg og síðan ekkert gert með. Þess vegna langar mig að vita svona hvernig eftirfylgni verður háttað. Það talað hér í skýrslunni afreksíþróttir og það talað að nauðsynlegt sé að búa til öflugt afreksumhverfi og ég tek heils hugar undir það. Það líka talað hérna öfluga yfirbyggingu og stuðningsúrræði. Mér langar til að spyrja formann að því hvað átt við með þessum atriðum. Það talað hér fjölskyldukort sem ég held að sé bara hið besta mál og talar hann ekki að ef að fjölskyldur geta samnýtt þessi kort þá skiptir það verulega miklu máli á þessum samdráttartímum. Og það tala hér íþróttaskóla fyrir ung börn sem ég held að skiptir verulegu máli og hefur mikil forvarnargildi til lengri tíma litið. Það var talað hérna þessa könnun sem var gerð meðal 9. bekkjar grunnskólana. En það greinilegt að það ungmennafélagsandinn sem svífur yfir vötnum. Það meira að taka þátt heldur en að skara fram úr. En teka vissuleyti undir það sem Elín Margrét sagði varðandi keppnisandan. Það talað hérna styrktarsamninga og það talað hér í skýrslunni að þessu 10 einstaklingar sem samningu sjóði núna. Mér langar til að spyrja hvernig þeir valdir og hvort í þessu fjárhæði sem að þáttakendur fá, hvort að ferðakostnaður sé það innifallinn. En það hefur lítið þokast í þá átt varðandi jöfnun ferðakostnaðar íþróttafélagana og íþróttafólks því að þetta stórt vandamál fyrir landsbyggðina. Af því varðandi styrktarsamninga þá var talað hér kvennaboltagreinarnar, þá verði ég bara að minnast á gott gengi Þórs K.A. í kvennafótboltanum. Þetta eru flottar stelpur sem hefur sýnt stórgóðan árangur. Ég vona að þeim gangi mjög vel, jafnvel í sumar eins og hér eftir sem hingað til. Það talað hér Hlíðarfjall og ef ég man rétt í auglýsingum frá Akureyrar og fleirum og vinum Akureyrar, vinum Hlíðarfjalls, þegar talað Alpa Norðursins. Ég held þeir standi algjörlega undir merkjum. Það er búið að vera alveg frábær vetur hvað aðsóknin hefur verið góð og það segir mér ferðaþjónustu aðilar að dregið hafi verulega úr ferðum á skíði erlendis og straumurinn hafi legið til Akureyrar. Enda sýnir það sér að hvernig rekstrar árangur Hlíðarfjalls þá er þetta bara alveg frábært og við talum ekki hversu mikil áhrif Hlíðarfjall hefur haft bara hér á menninguna og ferðamennskunni í bænum. Þannig að þetta er alveg frábært hvernig þetta hefur þróast. Og það tala landsmótið, allar framkvæmdir eru á áætlun, svo framarlega sem verður okkur hagstætt núna í vor. En ég held að við eigum eftir að sjá mun fleiri gesti í kringum þetta landsmót núna í sumar, sérstaklega vegna þess að fólk fer í minna mæli erlendis í ferðalög. Hér er mikið að vera í tengslum við landsmót með því og það er einhvern veginn þannig að þetta hefur aðdráttur þannig að ég er alveg viss það við eigum eftir að sjá miklu fleiri ferðamann hér í sumar. Það kom hérna fram spurning áðan varðandi vaxtaræktina og eignarhaldið á henni. Mér langar til að upplýsa bæjarfulltrúa Baldvin það að þessi umræða hefur átt sér stað í framkvæmdaráði og þar situr nú fulltrúi Vinstri grænna og hann hefur tekið virkan þátt í þeirri umræðu, það er búið að fara yfir þetta allt saman, þannig að ég eiginlega mælist til þar sem að þetta málefni á ekki heima hér undir þessari umræðu. Íþróttaráð er ekki aðileg þessa máls, þannig ég legg til að fulltrúa Vinstri grænna ræði bara við sinn fulltrúa og fái upplýsingar hjá honum. Og að lokum þá er formaður Íþróttaráðs mjög hógvær í síðustu setningunni þar sem hann segir að Akureyri hafi allir burði til að verða leiðandi bæjarfélag. Ég myndi gjarna vilja breyta þessu og segja Akureyri er leiðandi bæjarfélag. Við erum að gera hér mjög góða hluti
Hér er mjög kröftugt íþróttalíf og þetta vinnur allt saman. Eins og bæjarfulltrúi Jóhannes sagði varðandi umfang þessara móta sem hafa verið haldin hérna, að þá skiptir þetta allt saman máli, íþróttir, ferðamennska og menning, þetta tengist allt saman. En ég vil bara þakka enn og aftur fyrir góða skýrslu. Takk. Bæjarfulltrúi Helena hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hjalti Jón Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka Ólafi Jónssoni formanni íþróttaráðs fyrir gott yfirlit. Sannast enn og aftur hvaða dýralæknar nú fjölhæfstétt. Ég eina spurningu til Ólafs. Það ekki komið inn á í skýrslunni, það hérna framtak íþróttafélagana fyrir atvinnulausa í vetur. Hvernig það hefur verið nýtt. Ég veit allavega að KA hefur gengið þar undan með góðu fordæmi og Þór líka, eftir því sem ég best veit. Mér langar aðeins að skýra út það sem kom fram í skýrslunni varðandi afreksíþróttafólk í framhaldsskólum. Núna í vetur höfum við verið að gert tilraun með að hleiðra til fyrir afreksíþróttafólki í stundatöflu, þannig að það geti stundað æfingar á skólatíma og það hefur gengið afar vel og eins þá hefur verið að athuga það að hvort ekki að það gefa þeim einingar í auknum mæli fyrir það að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi og það eru ýmsar leiðir til þess. En þess ber að geta að þetta er endilega fólk sem er á íþróttabraut, þetta er fólk á einum ýmsu brautum framhaldsskólana. Og þetta horfir mjög til bóta og mjög skemmtilegt að geta komið til móts við þessa krakka sem eru margir hverjir að leggja á sig mjög mikla vinnu og að sýna frábæran árangur. Nú við erum að hugsa enn meira í framhaldsskólanum lýðheilsu og það einmitt tek undir orð bæjarfulltrúa Jóhannesar það að koma upp akademísku námi í Háskólanum Akureyri á þessu sviði, hvort sem það er fyrir íþróttafólk eða fyrir íþróttakennara. Og þakka fyrir, það var ekki fleira. Bæjarfulltrúi Hjalti Jón Sveinsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil taka undir þakkir annarra bæjarfulltrúa til formanns um góða stefnuræðu og starfsáætlun íþróttaráðs fyrir þetta kjörtímabil var svo sannarlega mikil og víðfeðm og ég var með þetta flettir hérna í sæti mínu og ég sé ekki betur heldur en að svona flest sé að ná loka sprettinum. En það sem að mér finnst mikilvægast í starfi þessara nefndar með þessi stefnumótun og ég verða að hvetja ykkur til dáða þar. Þannig að ári verðum við hér að kynna vonandi loka niðurstöður í þeirri vinnu, loka stefnu til framtíðar fyrir íþróttamál á Akureyri. Gildi stefnumótunar hún felst fyrst og fremst í samræðuna sem eiga sér stað, ekki endilega í skýrslunni sem lítur dagsins ljós í lokin og fer vel í hillu eða skúffu. Heldur fyrst og fremst í því að móast í gegnum þetta og þrauka það af að þræla sér í gegnum alla þær samræður, alla þá hugarflugsvinnu og að leiða sér að niðurstöðunni sem að endanum verður ríkjandi. Og ég minnist mjög skemmtilega vinnu sem að var farið í núna í upphafi kjörtímabilsins hjá stjórn Akureyrarstofu. Þar var unnið í hópum og haldinn borgarafundur, gott að þeir voru ekki tveir, sem voru mjög vel sóttir. Ég held að það veri hátt á 6. eða 7. tugmanna sem að koma á þessa fundi. Og þar kannski áttu sér stað bestu skoðanaskiptir á endanum, svona að loka sprettinum. Þegar verið að leggja eitthvað fram, ok, svona ætlum við að hafa þetta og fá endurgjöf á það frá bæjarbúum. Og íþróttamálum vitum við að allir hafa skoðanir á og þær sterkar og misjafnar. Þannig að ég vil hvetja ykkur til að nýta ykkur aðferð borgarafundana og svona leita eftir ágætis samráði eins góða sem við getum í sambandi við þetta. Ég datt óvænt inn á súpufund ferðaþjónustunnar hjá Akureyrarstofu sem Akureyrarstofa bauð til, eða boðaði til í síðustu viku. Mjög vel sóttu fundur, sjást þátt yfir 50-60 mann sem að þar sátu og úr ferðaþjónustunni margir hverjir eða flestir og vorum að hlusta á erindi frá íþróttafulltrúa varðandi framtíðarsýn Hlíðarfjalls.
og mikill áhugi á þessu og margar spurningar, gagnrýni á sumt og lofa annað. En þannig held ég að nefndir bæjarins eigi svolítið að hugsa að leiða saman aðila og fá það til þess að tala saman. Það hefur Akureyrarstofa gert með ágætis árangri og í ýmsum málaflokkum, hvort sem það verslun og þjónusta, íþróttatengd ferðamennska eða eitthvað annað. Þannig að ég held að það sé aðferðafræði sem hægt að nýta sér og skoða og hvetja ykkur til þess. Bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jóhannes Bjarnason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara örstutt. Ég vil nú ekki láta þessa umræðu sigla hefði framjá öðruvísin að minnast á hið frábæra framtak Samherja útgerðarfélagsins sem hefur gjörbreytt munstrinu hér í íþróttalífinu á Akureyri þetta árið. Þeirra framlag til íþróttafélagana hefur í raun og veru greitt niður kostnað hjá hundruðum barna og unglinga í keppnisferðum og æfingagjöldum og þetta rausnarlega framlag verður seint þakkað svo mikið að það verði ómikið, það er alveg ljóst. Ég ger mig grein fyrir því líka á þessum þrengingatímum, þá hefur þetta hjálpað mörgum fjölskyldum og gert það verkum að í stórum flokkum, í flokkaíþróttum, þar eru allir að fara í keppnisferðir af því að þetta framlag það er að greiða niður stóran hluta af kostnaðinum. Jafnframt kemur á móti líka að jöfnunarsjóðurinn, ferðajöfnunarsjóðurinn, hann er farinn að hafa sín áhrif, hann greiði niður ferðirna líka. Það er eitt þrep eftir í hækkunni á honum sem var slegið á núna, sem kemur þá vonandi síðar. Og þegar það kemur inn líka þá mun virkilega muna þessa peninga. Þetta mun breyta aðstöðunni töluvert mikið og jafna aðstæðurnar gagnvart okkar helstu keppinautum og samanburðar félögum á Reykjavíkursvæðinu. Þannig að kæra þakkir samherjamenn enn og aftur. Aðeins örstutt í lokin varðandi leiguhöllinni sem að bæjarfulltrúi Elli minnt fyrir áðan. Ég er ekki sammála þessum gjörningi. Fyrir að fyrsta, þeir ágætu ferðamenn sem koma hingað til þess að fylgjast með þessari keppni, það dæmi ég reynslu eftir að hafa starfað á seinni hluta þessara keppni, það er að segja dansleiknum sem haldið og eftir, þeir ágætu gestir eru ekki að fara að stunda íþróttir þessa helgi. Það er alveg ljóst. Það eru þá mjög rólegar íþróttir sem ekki krefjast mikilla átaka og eru lítt viðurkenndar innan Íþróttasambands Íslands. Þetta framtak er haldið að litlu einkafyrirtæki og með fullri virðingu fyrir því, þá get ég ekki séð rökin fyrir því að þeir eru ekki að borga leigu fyrir íþróttahöllina á sama hátt og íþróttafélögin er að borga leigu fyrir skólana. Ég bara fæ þetta ekki bæjarfulltrúi til að ganga upp. Því miður. Og þessir ágætu piltar sem eiga þetta fyrirtæki, þeir eru ekkert að halda þessa keppni að einhverju góðmennsku eða stórkostlegum áhuga og menningu fyrir ungt fólk. Þetta er fyrirtæki sem er bara eðlilega að leita hagnaði. Þeir reka þessa keppni á hagnaði með því að halda þennan dansleik á eftir og selja á bæði söngkeppnin og dansleikin. Og mér finnst í raun og veru fráleitt miðað við þær upplýsingar sem ég var með hér áðan leigu á skólahúsi að svona viðburður skuli þá ekki rukka inn leigu á sama tíma. Bæjarfulltrúi Jóhannes hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Elín Margrét Hallgrímsdóttir. Forseti, góði bæjarfulltrúar, ég ætla bara aðeins að bregðast við þessum orði Jóhannesar. Ég ætlaði nú alls ekki að tengja þessa söngkeppni sérstaklega við íþróttir. Það stóð ekki til. Það hefur verið þá eitthvað óskýrt að minni hálfið hafi ég ætla að gera það. Ég var almennt að tala um menningu. Og þessi söngvakeppni, mér finnst bara mjög ánægilegt að þessi nemendur komi hingað og þó að sé einkafyrirtæki sem heldur utan um þetta fyrir hönd framhaldsskóla, stjórnar félags framhaldsskóla nema, og þó ég græði eitthvað á þessu, þá er það bara held ég allt í lagi. En þeir vilja gjarnan halda þetta hér og þetta verður meira úr þessu, þetta er komið hingað og
mér finnst mjög gott að framhaldsskólanemar allstaðar á landinu komi hingað til bæjarins, sjá okkar fallega bæ, hvað hann hefur upp á að bjóða. Við erum hér með háskóla, við erum mjög gjarnan að fá eitthvað þessu fólki hingað. Ég veit fyrir víst að í fyrra var haldið mun betur utanum þetta heldur en áður og gæslan var mun meiri. Það segir mér þeir sem starfa við þetta í löggæslu og fleirum, og við höfum vissu fyrir því að það verður gert áfram. Það heilmikill kostnaður við þetta sem þeir síðan verða að sjá eins og að gera höllina klára fyrir að taka á móti öllu þessu fólki og ganga frá hann og eftir. Þannig að það verður ekki neitt stór hagnaður af þessu fyrirtæki. Það höfum við vissu fyrir í stjórn Akureyrarstofu. Og það var einróma sátt það hjá okkur að styrkja þetta og okkur þykir þetta jákvætt. Við teljum að ekki sé gríðarlega mikið framboð fyrir framhaldsskólanemendur að afþreyingu. Og þetta ásamt Gettu betur eitt af því sem mjög jákvætt. Og núna heyri ég ekki betur en sjónvarpsstöðvarnar séu farnar að rífast það, hver á að halda þetta. Þannig að við fögnum þessu. Takk fyrir. Elín Margrét hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs, þá gef ég formanni íþróttaráðs tækifæri til þess að loka umræðunni. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil hér í byrjun þakka fyrir hlýleg og jákvæð orð í garð þessara stefnumótunarræðu og ég mun koma því til skila til mín ágætu félagi í íþróttaráði og hluta þessu á líka hér deildarstjóri íþróttadeildar. Þetta hefur verið ánægjulegt samstarf og menn reyna að gera sitt besta í þessum efnum. Það eru svo sem margt hér sem hefur komið fram sem að við söfnum í sarpinn og ég vil kannski fá að byrja hér sem bæjarfulltrúi Hermann Jón Tómasson sagði einmitt hlutverk bæjarins sem einn af lykilþáttunum í þessu stefnumótunarvinnu sem náttúrulega mjög mikilvægur. Við höfum rekstrarsamning milli bæjarfélagsins og IBA og það sem sagt mjög mikilvægt að við komum öll að þessari vinnu og ekki síst að við fáum hugmyndir hér frá ykkur kjörnum fulltrúum bæjarins. En ég ætla svona bara rétt að hlaupa hér yfir og reyna að svara hér efnislegum atriðum sem komið fram og það er mikið rétt sem kom hér fram í orðum bæjarfulltrúa Jóhannesar Bjarnasonar að hér öflugt sjálfboðastarf og ég rengi ekki þessar tölur hans að hér komi 400 til 500 einstaklingar að svona reglulegu sjálfboðastarfi. Maður sér þess víða stað og ég kemur ekki óvart og jafnvel þessi tala verið hærri. Því að það til dæmis siglingaklúbburinn sem nú að bíða eftir aðstöðu en hefur verið með æfingabúður út í Hrísey, skíðagöngudeildin og fleiri félög sem koma hér að þessu. Þetta mjög mikilvægur þáttur og við þurfum að horfa mjög til hans í stefnumótunarvinnunni. Hann kom hér aðeins inn á greinar kannski sem að hafa ekki setið eftir en bíða örleitið eftir að þeirra aðstæða sé bætt. Við segjum hér í meirihluta samkomulaginu að það verði skoðað og metið framhald sundlaugamálanna. Ég hef sagt það áður á þessum vettvangi hérna að ég tel fyrir mína parta, þetta höfum við lítilega rætt í íþróttaráði, að það sem myndi fleyta sundfélaginu mest til næstu framtíðar væri yfirbyggð 25 metra laug og ég veit að innan sundfélagsins eru aðilar mér sammála þessu en auðvitað greinir fólk á þetta og sjá misjöfna leiðir í þessum efnum. Skóli og íþróttir og ef ég slæ hér saman þá kom inn á það bæjarfulltrúi Elín Margrét Hallgrímsdóttir og ég lít á skóla og íþróttir sem mikið og öflugt samvinnuverkefni og dæmi það ágætt verkefni sem við fórum á stað með fjölgreinafjörið og það líka einhver bæjarfulltrúi nefndi hér, það var Jóhannes Bjarnason valgreinarnar og möguleika nema á eldri deildum í eldri bekkjum grunnskólans að koma þar inn. Og það við höfum átt mjög gott samstarf við skólanemndina og skóladeildina og ef ég fæ bara hér í framhaldinu að svara þessu með gjaldtökuna í skólunum
þá hefur Íþróttaráð fengið gott tækifæri til þess að fjalla það efnislega og gerði á því breytingar sem að var tekið tillit til. Við höfum fengið þær upplýsingar að hér eru menn að horfa í raunkostnað og þessi gjaldskrá var síðan samþykkt í bæjarráði ef ég man rétt. Þannig að hún búin að fá mikla umræðu á öllum stigum stjórnsýslunar í bænum. Vissulega þetta, og ég ætla ekki að rengja þær tölur þó ég hafi þær ekki alveg á hraðbergi, þetta geti numið kannski 2 eða 3 milljónum. Við erum líka að horfa til þess að mótin eru æði mörg. En hér erum við að reyna að horfa til þess að þetta sé sannarlegur raunkostnaður sem að bera að horfa til. En þetta bara hluti sem við verðum að halda vök okkur yfir og skoða á hverjum tíma og til endurskoðunar. Og ég vona samt að íþróttafélögin hafi af þessu einhverja tekjur. Þau ná að rukka eitthvað aðeins fyrir þetta. En við þurfum líka að horfa til hvað önnur bæjarfélög gera í þessum efnum. Þannig að þetta atriði sem að vissulega ber að skoða og fylgja vel eftir. Aðeins varðandi hér í lokin varðandi atriði sem að bæjarfulltrúi Jóns Bjarnason kom inn á, þá mjög mikilvægt þetta atriði sem hann nefnir íþróttakennarardeild hér við Háskólanum á Akureyri og þakka honum fyrir að nefna það hér sérstaklega því að það í raun og veru allt sem að snýra þessari faglegu umgjörð tilbúið. Nú ég tala nú ekki þegar aðstæðan verður komin hér út á Hamarsvæðinu og við höfum allar greinar til þess að styðja við þetta. Þá þetta svona hinn pólitíski stóri lokahnykkur að koma þessu á koppinn. Bæjarfulltrúi Baldvin H. Sigurðsson kom hér inn á vaxtaræktina. Með leyfi forseta ætla ég ekki að fá að svara því frekar því bæjarfulltrúi Helena Karlsdóttir kom inn á það, hvernig það Þetta mér og Íþróttaráði þannig séð ekki kunnugt Nú bæjarfulltrúi Kristín Sigfúsdóttir kemur inn á nauðsyn þessa samþætta og þar ég henni gjörsamlega sammála og mikilvægi lýðheilsunar og kannski að því mönnum bæjarfulltrúum sumi hér hefur verið tíðrætt þetta forvarnardaginn, þá hef ég lítið svo á að þessi krakkar eru kannski að tala að ná árangri félagslega og íþrótta en kannski ekki alveg þessum keppnisárangri. Varðandi fjölskyldukortið fyrir gesti og eins bæjarbúa þá höfum við rætt þetta. Ég kom aðeins inn á þetta, við erum að skoða þetta í stefnumótunarvinnunni. Það kom líka, fór á stað vinna hér sem að svona menn köstu á milli sín í byrjun hausts á netinu, deildarstjórar íþróttadeilda, stærri bæjarfélaga fyrir sunnan og Kristín var í samstarfi við, varðandi fjallið og slíkt. Þetta spennandi kostur, hann svolítið erfiður í framkvæmd, það þarf að gæta jafnræðis milli félaga, starfsemi félagana mismunandi að umfangi og árstímum og annað, en þetta leið held ég sem sannarlega við eigum að skoða áfram og reyna að fara. Varðandi sundlaugarsvæði þá hefur Íþróttaráð fjallað það og við höfum fengið á fund okkar forstöðumann sundlaugarinnar og það kom nokkuð hörð ítrekun frá Íþróttaráði til fyrst fasteigna Akureyrar að taka á þessu máli. Það snýr bæði að sundfélaginu, það snýr að sundgestum og það snýr ekki síst líka þessum fjölskyldugarði sem þarna Þannig að það alveg klárt að það skýr afstæð Íþróttaráðs að þarna verður menn að taka til hendinni og koma þeim málum í kjölfarið. Varðandi þessa hugmyndum íþrótta álveð einhvern svona merki fyrir landsmótið. Ég sit nú í landsmótsnefnd og mér rekur nú ekki í minni til þess að þetta hafi rætt en ég ætla að koma þessu samt til áleiðis í Já, vildur þú framsóknarmann? Já. Ég og fatlaðir og íþróttir, það erum við að skoða í þessari stefnumótunarvinnu og við höfum vilyrði frá starfsmanni íþróttasambands fatlaðra. Ég búin að vera í sambandi við þeirra formann aðkomu þeirra til þess að aðstoða þeim efnum. Ég búin að koma hér inn á gott samstarf við skólanemndina og eins og ég ítreka það að það ekki samkeppni, það bara samstarf. Fjölgraunafjörið heppnaðist mjög vel. Það í stefnumótin IBA þegar rætt íþróttaskóla frá 3 ára aldri. Stefnumótin IBA frá árinu 2001. Þannig þetta ekki nýtt, það fæst nýtt undir sólinni. Þetta eins og bæjarstjóri kom inn á að endurskoða og fara yfir hlutin aftur og við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð frá skólanemnd og fengum þar mjög öflugan fulltrúa
inn í þetta starf með okkur og það ber að þakka. Ég hef búin að koma hér inn á orð bæjarfulltrúa Hermanns Jóns Tómassonar hlutverk bæjarfélagsins. Það er ákaflega brýnt og svona kannski einn af þyngsti pakkin í þessari stefnumótunarvinnu. Og bæjarfulltrúa Helena Karlsdóttir kom hér með svona ákveðnar spurningar. Það gerði bæjarstjóri líka, hvenær við ætlum að ljúka þessari vinnu. Við horfum til þess að reyna að ljúka henni í haust. Og það var hugmyndin líka að þetta yrði kynnt á sameiginlegum fundi Íþróttaráðs og Íþróttabandalagsins og síðan vonumst við til að þessi stefna fari hér inn til formlegar afgreiðslu í bæjarstjórn. Já, og þú komst líka, bæjarfulltrúi Helena Karlsdóttir kom hérna inn á þessa yfirbyggingu varðandi afreksíþróttirnar og þar yfirbygging kannski var ekki rétt orðið, en menn eru sannarlega að horfa til þess svona í þessum frumdraugum að menn eru að horfa einhvern samþættingar þátt sem að gæti staðið af 2 til 3 fagmenntuðum aðilum sem að héldu utan þetta, aðstóðu bæinn og íþróttafélögin. Þannig að það er verið að tala svolítið batteri. Bæjarfulltrúi Helena kom einnig varðandi styrktarsamningana. Þær byggjast á því að félögin senda inn umsóknir og umsagnir. Þetta afrekssjóðurinn er sem sagt samstarfsverkefni bæjarins og IBA og það sitja þarna sem sagt 2 fulltrúar Íþróttaráðs og síðan formaður IBA og út frá þessum umsögnum eru aðilar metnir. Það er líka horft inn á aldur eins og ég kom inn á í stefnuræðinu. Ferðasjóður er utan við þetta. Það eru veittir styrkir og afrekssjóðum til aðila sem eru í landslýsverkefnum eða eru kallaði til af aðildarfélögunum. Þá kemur örlítið styrkur til þeirra. Bæjarfulltrúi Jónas Bjarnason kom hér einmitt líka mikilvægi ferðasjóðsins og síðasta þrepið því var nú frestað núna en menn eru að horfa til að þegar samningurinn er kominn til fullra afkasta þá er verið að tala þar 90 milljónir, er það ekki rétt hjá mér? Já. Nú ég tek undir líka með bæjarfulltrúa Helenu Hlíðarfjall og Alpa norðursins og að því að hún er nú Siglfirðingur þá höfum við, og ég veit að við gerum það, að við horfum á Alpa norðursins núna þegar menn er að fara í gegnum síðasta haftið í Héðinsfjarðargöngunum. Það er Siglufjörður að Kaldbak. Þess vegna getum við hort á Húsavík og Mývatn því að nú er þar öflug skíðaganga líka og skíðafélagi fer þar meðal annars í skíðagöngu. Og þannig að við horfum til þess að Alpa norðursins eru hér Tröllaskaginn og hér eitthvað áfram austurum. Ég ætla ekki austur á hér að í bíli. Og jú, hóvarð að segja að við stefnum að því að vera leiðandi bæjarfélag, vel má vera við séum búin að ná því marki nú þegar. Nú, bæjarfulltrúi Hjalti Jón Sveinsson spurðist hér fyrir aðkom okkar að þeir sem eru í atvinnuleit og það er rétt að ítreka og þakka enn og aftur þetta myndarlega framlag Samherja sem gerði meðal annars þetta verkefni upp í Káa sem að Þór kemur líka að mögulegt og við höfum fengið kynning á því verkefni reglulega í Íþróttaráði og það er bara mjög ánægilegt hvernig það hefur allt þróast. Nú Íþróttaráð hefur líka komið með vinnumálastofnun, er það ekki rétt hjá mér, er ekki vinnumálastofnun, jú, og Sofía Gíslasdóttir forstöðumaður þar kom inn á fund hjá Íþróttaráði og í samvinnu við okkur þá var ákveðið að þeir sem eru í atvinnuleit þeir fái frítt í sund á morgnana og það stendur fram eftir degi og við höfum fengið upplýsingar það að það hefur fengið mjög jákvæð viðbrögð. Þetta er líka hluti af lýðheilsu. Nú endingu kom frá bæjarstjóra Sigrúnu Björk Jakobsdóttur varðandi starfsáætlunina. Ég fór ekkert inn á hana hér en það er rétt sem kemur fram í máli hennar að það er flest komið vel til framkvæmda, vel á leið, mörgu lokið en það er bara að halda áfram og enn og aftur þakka ég góðar óskir og þakka fyrir mig. Formaður Íþróttaráðs Ólafur Jónsson hefur lokið máli sínu og ég þakka honum fyrir flutning stefnuræðunnar hér í dag. En þá er ekki fleiri mál á dagskrá í bæjarstjórn Akureyrar í dag og því segi ég fundi slítið klukkan 18:42.